En fréttavefurinn Vísir.is hefur verið gagnrýndur fyrir fréttaflutning sinn af frægu erlendu fólki. Fyrirsagnir appelsínuhúð stórstjarnanna, sílikonbrjóst og lafandi brjóst bera vott kvenfyrirlitningu, segir Þurí Björk Björgvinsdóttir, sem hefur skorið upp herör gegn svona fréttaflutningi. Fréttastjóri vefsins segir ekki útilokað að fréttastefnan breytist í kjölfar þessara gagnrýni. Sigmar og Jóhanna taka nú við. Á dögunum var stofnaður hópur á Facebook sem mótmælir fréttaflutningi vefmiðilsins Vísir.is af frægu fólki. Í framhaldi af því hefur nokkur umræða spunnist málið á vefnum og fleiri Facebook-hópar stofnaðir. Það einkum skrif og myndir í dálknum fólk í fréttum á Vísi sem fara fyrir brjóstið á þeim sem gagnrýna miðilinn. Oftar en ekki skrifað stjörnurnar út frá útliti þeirra. Til að mynda var fjallað lafandi brjóst Lindsay Lohan í máli og myndum fyrir skemmstu. Þá þótti afturendi Jennifer Love Hewitt fréttnæmur vegna þess hve krumpaður hann þótti og bent sérstaklega á að krumpurnar mætti sjá á meðfylgjandi myndum. Bakluti ofurfyrirsætunar Ellie Macpherson rataði einnig inn á Vísi fyrir þá sök að vera ekki nógu stór. Fyrirsögnin var rasslaus ofurfyrirsæta, myndir. Vökulir fréttamenn Vísis tóku líka eftir því að Amy Winehouse fékk sér sílikonbrjóst á dögunum og vöktu sérstaka athygli á skvapi á handleggjum Drew Barrymore. Í fréttateksta var sérstaklega tekið fram að skvapið hafi stólið senunni á rauðadreglinum og bent á að það mætti skoða betur á myndunum í myndasafninu. Fréttamenn Vísis virðast svo hafa lagst í sérstaka rannsóknarblaðamennsku á appelsínuhúð, því það fyrirbæri nokkuð oft fjallað og það á nokkuð fjölbreyttan hátt. Misja Barton til að mynda hóruð með appelsínuhúð, á meðan Jennifer Love Hewitt með áberandi appelsínuhúð. Appelsínuhúð Reese Witherspoon líka ákaflega áberandi samkvæmt Vísi, því hún, altså appelsínuhúðin, skyggði á verðlaunaafhendingu sem leikkonan var við stödd, hvorki meira né minna. Í tilfelli Jack Nicholsons var niðurstaðan hins vegar svo að kallinn væri bara kynþokkafullur með appelsínuhúð. Kate Moss rataði svo í fréttirnar fyrir að vera full með appelsínuhúð, sem auðvitað skömmunni skárri en að vera blindfull með Botox. Það sem þótti hins vegar fréttnamast við ofurfyrirsætuna Naomi Campbell þann 7. október síðastliðinn var tekið saman á meitlaðan hátt í fyrirsögn Vísis. Stinnar júllur, myndir. Hvað finnst þér aðalega vera gagnrýnivert við þessa fréttir? Hvernig eru framsettar, hvernig konur eru teknar fyrir og fyrirsagnirnar eru iðulega flatbrjósta, myndir, sjúskuð og sjoppuleg, bakspik, rassar og afturendar og þetta talað ofsalega niðrandi hátt konurnar sem á við í fréttunum. Og það bara ídrasta kvenfyrirlitning og mínum að þetta bara alls ekki í lagi og ekki líðandi hjá fréttamiðli sem vil taka sig alvarlega, eins og ég held að Vísir.is vil þetta gera. Ég ber virðingu fyrir öllum þeim skoðunum sem hafa komið fram þetta mál. Þú veist, við hlustum á þær og það engin fjölmiðill á Íslandi hafinn yfir gagnrýni. Hins vegar það þannig að þessar fréttir, við höfum litið á þessar fréttir meira í ætt við baggalút heldur en svona alvöru fréttir. Ég ekki að ná þeirri kaldhæðni og ég efast að fleiri sjá það þannig. Þeir ættu bara að skrifa á baggalút. Þið hafið réttlætt þetta með því að segja sér mikil eftirspurn eftir þessu þetta sé mikið skoðað. Já, á einhvern hátt þetta náttúrulega spurningu frambúð eftirspurn. En það segir náttúrulega ekki það að við birtum hvað sem til þess að fólk fari inn á vefinn. Þá væri fréttavefurinn einhvern veginn allt öðru svolítið en hann ef við myndum birta hvað sem til að gera til að fá fólk til að koma og skoða þetta. Hins vegar það þannig að þetta ágæta vefsvæði eitt og sér 8. stærsta vefsvæði landsins. Ég veit að það ofsalega mikið af börnum og unglingum sem að skoða þessar síður. Og þetta náttúrulega efni sem að þau fara að skoða miklu frekar heldur en gengislækkanir eða stýrivaxtafréttir eða hvað það er. Og líka veit ég að þetta ekki alveg hreinar og beinar tölu vegna þess að þessar fréttir eru iðulega með mikið af myndum. Og vefmiðlar telja þannig að þegar þú ferð inn á fréttina þá telst það sem einlesning. En hver mynd sem þú skoðar, hún telst sem einlesning líka. Þannig að ef það er mynd með 15 fréttum, með 15 myndum, þá telst það sem 16 lesningar alls. Þannig að þetta gefur ekkert rétt að mynd af vinsældum þessara frétta. En það líka verið að benda á að það er mikið af úlingum og börnum sem eru að lesa þetta og bara með því að setja fram fréttir í þessu formi að þá þið að búa til hálfbrenglaðar myndir fyrir þessa krakka sem eru á kannski viðkvæmu skeið að móta sjálfsmynd sína.
Jú, ég meina hvaða fréttir? Að fólk fara ómálað út að það sé appelsínhúð og svona? Ómála smetti, sjúskuð og sjoppuleg, grind hórið með krumpun hér. Já. Bakspikið á einhverju söngkonu. Shakíru, jú. Ég get alveg, veist, ég get fallist á það að, veist, og skrifa undir það að það er fréttir sem hafa verið skrifaðar holdarfar til dæmis kvenna og það sem hefur verið að gera grína að virkilega glæsilegum konum sem eru með einhver örlítla galla einhvers staðar. Þú veist, þar er alveg hægt að viðurkenna að menn hafi farið, þú veist, yfir strikið. Þegar þú tekur fólk fyrir og gagnrýnir það svona útlitslega séð, ég setti fram í greininu minni sko samanburðin ef þetta væri kynþáttafordómar, ef það væri að tala einhvern þjóðernishóp eða eitthvað slíkt. Þetta er alveg á sama leveli. Getum við borið það saman, þú veist, að vera með kynþáttafordóma annars vegar og að segja einhversi ómálaður? Þú veist, ég bara spyr, þú veist, ég sé, mér finnst að vera, þú veist, einhvern veginn heldur langt gengið í að, til að sýna hversu ægilega vont þetta er. En ég meina, ég endurtaka bara að þessi gagnrýni, þú veist, ég ætla ekki að fara að setja mig út á háan hest og segja að hún er ekki rétt á sér og hún sé rugl. Við tökum að sjálfsögðu mark á henni og þú veist, það kemur mér ekkert á óvart og lesandi þurfti að vera hissa þó að efnistökin myndu breytast. Ég sá í gær að þá var nú frétt bakspikið af Shakíru sem enginn sá á myndunum. Henni var breytt fyrst og hún var síðan tekin út. Þannig að við erum alltaf bara ofsalega ánægð með það ef að Ritstjórn Vísis ætlar að segja að sér í þessu máli og breyta sinni stefnu hvað þetta varðar.